Góðan daginn. Jæja, ég heiti Starri Steindorsson og ég er menntaskólanemi. Ég stunda nám við Menntaskólann á Akureyri sem er glæsilegasti skóli norðan heiða. Sem sagt, ég er svona bara mjög típískur krakki, 17 ára drengur. Ég er svona, hef bara svona venjulega áhugamál. Ég fíla bíla og föt og félagslífið. Og reyndar á ég ekkert bíl og ekkert nóg af fötum, þannig að félagslífið hefur svolítið svona verið sett á æðsta stall kannski á síðustu 3 árum. En það er svo sem, já, þið viljið kannski vita meira það sem ég hef verið að gera varðandi viðskipti og svoleiðis. Sko, ég flutti út 3 ára til Hong Kong og bjóð þar alveg fram að því að ég fór í menntaskóla. Þannig að þið kannski heyrið það svolítið af svona málfari mínu. Bara afsakið fyrirfram. Já, ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir að bjóða mig að koma hingað og tala fyrir ykkur og nú hefst bara allt saman. Sem sagt, ég var svona 6 ára þegar ég byrjaði fyrst að pæla í peningum og það hófst þannig að ég var mjög mikið í því að telja. Ég var með svona krukku fulla af svona erlendu klinki og fór að telja það daglega og svona stapla upp öllum krónunum mínum og öllum dollarunum mínum og öllu sko. Elskaði það alveg og síðan var ég eitthvað að hlusta á útvarpið með pabba og hann heyrði eitthvað vexti hjá bönkum og var alveg ógurlega spenntur yfir þessu öllu saman og spurði pabba út í þetta. Hann lýsti þessu svona í grófum dráttum fyrir mér, hvernig þetta væri allt að virka. Síðan bara hélt ég áfram að safna upp peningunum mínum og stal oft peningum á systur minni. Hún var svo lítil og vissi eiginlega ekkert, fekk alltaf svona dagpeninga eitthvað. Ég var eitthvað, já, þú þarft að gefa mér þetta, ég þarf þetta miklu meira en þú, eitthvað. Safnaði svona upp góðan stapla af peningum og geymdi í svona bláu boxi. Og einn daginn þá vorum við að panta pizzu fjölskyldan og pabbi átti engan pening. Það var ekki með neitt laust á sér, sko. Hann bað mig að lána sér smá pening og ég samþykkti það að því skilyrði að það yrðu vextir, teknir í máli. Ég var 8 ára eitthvað svoleiðis, en svo það gekk allt upp og ég ræddi þetta mál ekki fyrir en svona 2 mánuðum síðar. Ég setti þetta allt upp í svona hálfgerðu Excel-skjali og fylgdist alltaf með þessu en sagði þeim ekkert frá því. Og við vorum í svona kvöldmatabúði einn daginn og kom upp þetta þegar þeir lánaði mér pening og svo fór ég bara að heimtaði 50 skall frá þeim að því að það hefði verið settir 300% vextir daglega og lánið þeirra. Og þau voru svo sem ekkert sérstaklega sátt með það en við náðum að komast að samkomulagi og ég nýtti mér þá peninga til þess að versla með fyrstu tölvuna mína. Og fór þá að huga kannski meira að þessu sem tengist minni starfsemi síðustu árin og fór að hanna vefsíður og fór að leika mér að Excel og var þessi leiðilegi krakki bak við tölvuskjáinn alla daga. En já, þá förum við líklegast bara á næstu glæruru. Hong Kong. Þetta er stórfurðulegt land, en maður má finna kannski frjálsasta markað í heimi þar. Það er ógeðslega auðvelt að stofna fyrirtæki þarna. Það tekur ekki nema bara rétt svo hálftíma inn á einhverju skrifstofu og eitthvað smá klink sem er ógeðslega þægilegt ef maður ætlar að stofna eitthvað svona. En líðurinn er líka eitt sá tæknivæddasti. Það eru allir með snjallsíma þarna og það má kannski sjá betur á þessari mynd hér. Þetta er svona dagleg ferð í
lest í Hong Kong. Það ekki ein manneskja sem stendur ekki við símann sinn og ég með nokkrar tölur hérna, sko 96% snjallsímaeigenda nota símann sinn daglega út í Hong Kong og 97% karlmanna á bilinu 20 til 29 ára eiga snjallsíma og það svona mjög svipað meira að segja bara með svona 15 til 19 ára og alls konar svoleiðis. Það eru allir í símanum sínum þarna og þannig það samskiptamiðlar líka gríðarlega vinsælir þarna og ég meina það má kannski nefna dæmi það ég var að ganga einu sinni niður götu út í Hong Kong og lenti á eftir einhverri konu, áttræðri konu og svona lappandi svona með símann sinn sko og þá var hún í einhverri svona kínverskum Candy Crush leik og var að slá einhver heimsmet, þú veist, það brjálað en hérna þá fylgja svona, þú veist, þetta náttúrulega bara fjármálamiðja Asíu og það svona þó nokkur vandamál samt sem áður sem mér finnst alveg ógeðslega skrítið sko. Það eru hlutir eins og það bara hérna, nútímavæðing viðskipta bara enga veginn komin á réttan stað svona í dag sko. Það gengur aldrei að borga með debitkorti inn í búð og fólk notar ávísanir daglega í viðskiptum. Fólk gengur með svona checkbook og skrifar undir og eitthvað. Ég fekk launin mín flest öll þannig sko og flesti gera það enn í dag og svona bankabækur eru mjög svona reglulegar þarna. Og hérna það sem kannski sérstaklega, það sem ég tengdi sérstaklega við að væri vesen þarna var að það eiginlega bara aldrei verslað neitt á netinu þarna. Fólk alltaf í símanum sínum en það þorir ekki eða vill ekki nota símann sinn til þess að versla til dæmis nauðsynjavöru. Það kannski það sem erfiðast þarna en hérna ég ákvað bara að reyna að hefja eitthvað svoleiðis sko, reyna að selja fisk á netinu til heimila og hérna það kannski svona þannig sem Wild Sea var stofnað. Og hérna, ég stofnaði þetta fyrirtæki 22. júlí 2012 og þá var ég 15 ára. En hérna, grunnhugmyndin var sú að endurpakka fiski frá heildsala í smærri einingar fyrir einstaklinga og fjölskyldur og svoleiðis. Ég var í raun ekki í útflutningnum sjálfum. En sko, þetta byrjaði eiginlega þannig að ég var 14 ára að vinna svona með heildsala fyrirtækinu og var svona eitthvað að leika mér að því að rífa svona flök upp úr kössum og setja í poka og svona og fór að selja meðal annars til mamma og pappa og frænku og nokkrum félögum mínum og svoleiðis og hérna alveg rosalega gaman og svo spurðist þetta aðeins út og fólk fór eitthvað að spyrja hvort þeir mættu kaupa flök af mér því að það rosalega erfitt að fá góðan fisk þarna úti og þú veist bara svona almennt séð high quality vörur sem ekki bara kosti ekki milljarða sko. En hérna ég í raun byrjaði það að daðra við það hugmynd bara að stofna almennilegt fyrirtæki í kringum þetta allt saman. Og það var þannig að það vantar eitt blað. Jæja. Það gæti verið. Jú, þetta hérna. Sko, en ég byrjaði að setja upp hann á svona vefsíðu í kringum þetta og gera þetta svona almennilegu fyrirtæki og stofnaði þetta síðan nokkrum mánuðum síðar svona sem formlegt limited liability company. Og það, eins og ég sagði áðan, þá fárlega lítið mál að stofna fyrirtæki þarna. Þetta var ekki nema sko, við fórum í viðtal við bankann og skrifum undir nokkra pappíra og ég held að þetta hefði kostað svona það bil 10.000 íslenskar krónur að setja þetta allt upp og kostnaðurinn sem slíkur var kannski ekkert mikill heldur við svona kaupa allt inn og svoleiðis því að ég
hannaði þetta þannig að ég gæti ekki orðið gjaldþrota á þessu. Ég vildi ekki að það yrði fyrsta upplifunum mín í viðskiptaheiminum, 15 ára, að missa allan business og tapa gríðarlega á því. Þannig að ég gerði þetta þannig að þetta var bara sem ódýrast, þurfti í raun ekki fjárfesti eða neitt svoleiðis í þetta heldur. Vegna þess og ég samt að fá pínulitla aðstöðu þarna hjá Heildsalnum og þurfti ekki að borga leigu út frá því og borgaði vinnumanni þegar ég var í skóla og svoleiðis bara ákveðna prósentu af heildartekjum og síðan var þá eini kostnaðurinn vinnan, vefhýsingin og síðan varan og þar af leiðandi var mjög lágt break-even point og gat borgað allt án þess að taka lán frá neinum og lenda ekki í skítnum. En ég ætla að sýna ykkur svona skemmtilega mynd næst. Þetta ég svona á þessum tíma, ég leit út þessu svona 3 ára smábarn sko. En ég held sko, ég veit ekki ykkur en ég myndi ekkert kaupa fisk að þessum gæja sko. En það var mjög vel tekið í þessa hugmynd hjá mér og finnst það eiginlega bara alveg ótrúlegt að fólk hafi svona viljað þetta svona fyrst en það var svona mjög mikið það að fólk svona leita á mig og segja já, ég skal styrkja aðeins vinnur og svo bara endaði þetta þannig að þau voru bara sátt með það sem ég var að gera og héldu þessu áfram og ég hafði ógurlega mikinn áhuga á þessu, ég lærði öll latnesku heitin á fiskunum til dæmis og svona var bara mjög spenntur yfir þessu, fór alltaf fyrst með fiskinn sko bara í kössum yfir á skrifstofur fólksins og þú veist, sendi þetta bara sjálfur sko, en þetta geta díla við delivery fyrirtæki og neitt svoleiðis og fekk bara út frá því nokkra kúnna sem sáum mig hlaupa lítill garpur eitthvað að reyna koma þessu áfram og það var voðalega gaman. En þetta held ég bara eitthvað sem töluvert auðveldara í dag miðað við kannski það sem þetta hefur örugglega verið erfitt fyrir 20 árum. Þetta var mestallt bara viðskipti sem fóru fram á netinu og ég gat þar leiðandi bara, þú veist, bulla mér upp úr hlutunum og þóst vera 18 ára eða eitthvað sko. Þú veist, það var bara svo mikið auðveldara að þurfa ekki að sýna bara fjés alltaf bara við allt sem ég gerði og það hjálpaði mér ógeðslega mikið í þessum málum og það eitthvað sem kannski gefur okkur svona fleiri möguleika í dag og það það sem við langar eiginlega að krakkar nýti sig meir sem vilja koma hugmyndum sínum á framfæri og svona reyna að ýta í það að gera það sko. En kannski svona bakgrunnur aðeins meira á því af hverju mér datt í hug. Sko, margir fjölskyldumeðlimir mínir eru frumkvöðlar og þar á meðal eru foreldrar mínir sem eiga og reka eigin fyrirtæki, þannig að það svona, ég fekk mjög mikið svona innsæi í þennan heim út frá því. Og síðan hef ég eytt nokkur sumur á Patreksfirði, þannig að þú veist, eina sem þau gera þar að pæla í fisk og svoleiðis, þannig að þú veist, þannig tengdist ég inn í þennan fiskheim sko. En já, það kannski, ef við dettum bara beint í framtíðarplön, þá byggjast þau í raun á því bara að efla víðsýni og afla með reynslu sem nýtist frekar í fyrirtækjarekstri. Og það alltaf svona einhverjar hugmyndir á sveimi sem ég langar að reyna að koma út og guppa upp á blað sko, en það svona eitthvað sem ég mun líklegast og vonandi taka að mér svona þegar betri tími gefst og mér langar að fara í frekara nám erlendis en hef ekki mikið ákveðið meira það. En að lokum vil ég koma kannski svona einni pælingu frá mér varðandi svona hvernig þetta ætti að tengjast inn í svona samfélagi okkar á Íslandi. Og hugmyndin sú sem sagt að
Ég myndi segja einn svona megin eiginleiki sem frumkvöðlar verða að hafa sú geta til þess að taka útreiknaðar áhættur. Að geta ákveðið hvort þetta sé góð hugmynd og hvort þetta sé slæm hugmynd. Og það eitthvað sem ekki bara innbyggt í fólki, þetta eitthvað sem svo sannarlega hægt að kenna og það bara ekkert nógu mikið að því. En það í raun þyrfti að vera einhver leið til þess að ýta á krakka til þess að taka svona áhættur og trúa á sjálfum sér og reyna að koma, get the ball rolling, reyna að fá þig til þess að gera eitthvað, dæmi svona kannski einhverja leið til þess að gera þetta svona eitt sem ég gerði í 9. bekk í Hong Kong. Ég var í viðskiptafræði áfanga þar og það var haldin svona keppni meðal 40 annarra nemenda og við þurftum sem sagt að framleiða vöru. Ég framleiddi svona baðsöld, það var mjög gaman og sem sagt selja á bás í frímínútum og svoleiðis til annarra nemenda og þetta var bara svona, eitthvað sem fylgdi bara áfanganum og við þurftum í reyna að gera þetta og sá sem skilaði mestum hagnaði vann þessa keppni og fekk alveg gríðarlega góðar gjafir og svona. Þetta var í raun eitthvað sem var virkilega hvatti nemenda til þess að reyna að hugsa bara hvernig þau gætu tekið svona áhættur, gert eitthvað nýtt, kannski fengið eitthvað sem búið til einhverja vöru sem nemendur vilja virkilega kaupa. Og þetta eitthvað sem ég held að hafi haft gríðarlega sterk áhrif á svona hvernig ég tæklaði á vandamálum mín, En svona grunnskólaprógram ekki eitthvað sem ég séð á Íslandi og það eitthvað sem ætti ekkert að vera neitt mál að framkvæma á Íslandi. Og þetta gæti verið eitthvað sem myndi bara kickstarta þessum frumkvöðla pælingum í bara mjög gáðum og skemmtilegum krökkum sem ég tekið eftir á landinu. Og svo finnst mér vanta svona mentorprogram eða svona internship-program á Íslandi, svona eitthvað sem getur hjálpa krökkum að svona upplifa hvernig það að vera inn í svona fyrirtæki og að geta fengið að kynnast fólki sem hefur bara virkilega sigrað í þessum frumkvöðla heimi, geta fengið bara tips og svör við öllum heimskustu spurningum sem maður getur spurt og það kannski fær ekkert svör á að googla og það mikið það erlendis en ég hef ekki séð mikið það á Íslandi en það ómetanlegt að hafa fullorðinn einstakling sem getur svarað öllum spurningum sínum. Svona á lokum þá vil ég þakka bara kærlega fyrir þetta tækifæri aftur og ég vona að ég fái að sjá aukningu í tækifærum fyrir alla potential 15 ára forstjóra í framtíðinni.